Já, komið sælir, áhorfendur góðir, verið hjartalega velkomin með okkur hingað í Mosfellsbæinn framundan leikur Hauka og HK í þriðjaflokki kvenna. Þetta er úrslitadagur yngreflokka, fjórði úrslitaleikurinn hér í dag og næst síðasti leikurinn. En þetta verður vonandi, já ég hef engar ágjörð því að þetta verður ekki algjörlega hörkuleikur. Tvö frábær lið og við hlökkum til að sjá þetta gerast. Ég ætla að leyfa ykkur að fylgjast með kynninguna af leikmönnum, svo fer ég betur yfir leikmennina. Já, þetta eru leikmennir að vera klára að fara yfir lið Hauka. Díana Guðjónsdóttir, Ægir Örn, Jóhann Ingi og Alexander Hödd eru í þjálfarateyminu. Leikmennir Sif Hallgrímsdóttir, Agnes Ósk, Elín Klara, Annika Rut, Emilia Katrín, Telma Melsteð, Andrea Mist, Katrín Ósk, Natasja Hammer, Þóra Hraggjósdóttir, Hildur Sóley, Ester Amíra, Rósa Kristín og Rakel Oddný. Og svo er það lið HK sem er gestaliðir í dag. Elsa Helga, Ethel Gyða, Telma Meadows, Embla Steindórsdóttir, Amelía Laufey, Jóhanna Lind, Anna Valdís, Hekla Fönn, Anita Eik, Inga Dís, Margrét Guðmundsdóttir, Katrín Hekla, Leandra Náttsól og Alfa Brá og Kristín Guðmundsdóttir og Eva Hrund eru þjálfarar HK. Dómarar hér í dag, Bóas Börkur Bóasson og Hörður Aðalsteinsson og Hlynur Leifsson. Er í eftirliti sjálfur heiti Ingvar Nákason lýsa þessu fyrir ykkur hér í dag á þessari YouTube rás HSI. Og þetta er fjórði úrslitaleikurinn hér í dag í Mosfellsbænum. Næst síðasta leikurinn, svo hefur við eftir leik þriðjaflokks karla hér á eftir. Þetta er búið að vera hörku fjör hér í dag og margar skemmtilegar sögur, hetjulínurnar góðar. Og það hafa verið þrí flotti sigurvegarar. Áðan var að Káa í fjórða karla eldri. Þar að vera fram í fjórða kvenna og svo var það IR í fjórða karla yngri. Þetta er búið að vera frábær skemmtun. Leikirnir svona misjafnir og spurning hvort við fáum jafnan leik hér eða hvað. En við fáum vonandi hörkuleik í 60 mínútur, spilum tvisvar 30 hér, teljum niður klukkuna frá 30 og niður í 0 og þetta eru tveir hálfleikar. Förum í framlengingu eða jaft og ef það jaft í framlengingu sem er 25 þá förum við í vítakastkeppni, það leikir til þrautar. Leikið Íslandsmeistaratitil og hér er þetta að fara af stað, góða skemmtun, kæru áhorfendur og njótið þessara handboltaveislu sem er í gangi hér í dag. Já, þetta er
bara stundum nánast útilínan hjá Haukum í meistaraflokki. Elín Klara, Rakel Oddný og Natasja Hammer innan fyrir utan. Og rosalega sterk lína. Telma Melsteð á línni og Emilia Katrín í vinstra horni. Og þetta glæsileg varsla. Agnes Ósk byrjar hér vel í markinu og þetta fyrsta markið. Elín Klara Þorkelsdóttir opnar síðan sinn markareikning og markareikning leiksins. Já, Haukalið ógnar sterkt hér í upphafi. Elín Klara aftur. Natasja Hammer með vinstri og skorar. Glæsilega gert. Það fer virkilega vel af stað. Þau vinna boltan aftur og langur bolti fram. Elín Klara, hún skorar aftur. Það rosalega sterk byrjun hér hjá Haukum. Maður hefur ekki undan með að setja rétt skor á töfluna 3-0. Byrjar virkilega sterkt hjá Haukum og það eru vel stuttar hér í stúkunni. Sjáum hér lið HK komast loksins núna í sína fyrstu alvöru sókn. Svona, róa þetta niður og stilla upp almennilega. Sjáum hvernig þetta fer á stað hér. Boltinn út í hornið og þetta vel klárað. Það var glæsilega klárað. Já, Anita Eik Jónsdóttir komin á blað hér fyrir HK og Elín Klara strax tilbaka með sitt þriðja mark. Þetta rosalega frammistaða. Já, hún gerir strax tilkall til þess að fá einhvers konar velun hér í lok leiks ef þetta heldur svona áfram. En fyrst og fremst frábær byrjun. Og hér búið að flauta fríkast og gullspjaldaloft. Já, það aðeins að róa þetta niður og stoppa þetta. Leandra hérna í hægra horninu í vörninni. Anna Valdís í hægri bakvörðinum. Telma Metos í miðri vörninni. Ásamt Ölfu Brá. Og þetta skoti framhjá. Embla hérna á miðjunni. Frábær hreyfing, skoti frá vítakast, já. Inn í teig, segir Hörður. Það ekki sátt með þetta, Díana og Ægir. Já, við sýndist enginn þetta að hafa brotið á henni, en þeir vilja minna þetta á trublað og hér Anna Mark HK. Embla Steindórsdóttir gerði það. 4-2 er staðan hér fyrir Haukum í upphafi. Já, fín stemning hér í stúkunni. Og Natasja Hammer setur þetta samskeytin inn. Það held ég rosalega vel gert. Rosalega vel klárað og flott vörn hérna hinum megin sömuleiðis. Það að byrja annan leik virkilega sterkt Haukar. En HK, það hafa nægan tíma á nægt svigrúm til þess að halda í þær og svo getur ýmislegt gerst hér á löngu köflum hér. Já, Elín Klara fær gult spjald. Að spila hörku vörn. Agnes Ósk tilbúin hérna fyrir aftan í vörninni, boltinn út í horni, það ná ekki að grípa hann, þetta fótur líklega, já. Það í miður þannig Leandra Náttsól. Náði ekki alveg til boltans, sendingin erfið.
Natasja Hammer sækir hérna á. Fær fríkastið. Rakel Oddný út í vinstra megin. Þetta rosalegt skot. Elín Klara. Komið 4 mörk Elín Klara. Þetta vítakast líklega, já. Leiktíminn stöðvaður og brottvísun. Sex tvö er staðan. Og spurning hvort það verður 6-3. Já, hún er alveg 6-3 staðan. Embla komið 2 mörk. Já, 6-3 hér, leikurinn fer fjörlega á stað, mikið skorað. Það er Harpiks á gólfinu aðeins að laga þetta. Allt komið í stand. Natasja Hammer, hún notar bara báðar hendnar, notar vinstri þegar það hendar og hægri þegar það hendar í sendingarskot. Ótrúlegt að sjá þessa fjölbreytni. Búinn að skora 2 hörkumörk með vinstri samskeytin inn og búinn að senda með vinstri og hægri hér. Ótrúlegt. Elín Klara með settinguna línu og þetta steinleikur Thelma Melsteð. 7-3 er staðan. Og hér galopnast allt hægra megin og þetta er vel varið. Agnes Ósk sér við Leandru Náttsól. Og hún er komið 2 varin í markinu. Það er mikilvægt að fá markvörslu í svona hörkuleik. Getur hennilega skil á milli. Og þetta er negla! Natasja Hammer með rosalegt mark. Hún er bara að taka það upp í samskeytin með hægri og vinstri. Og það er leikhlé. Það er leikhlé hér. Sem að HK tekur í stöðuna 8-3. Já, það held ég. Þetta er frábær byrjun hjá Haukum. Elín Klara með 4 mörkin upp á leiks. Natasja með 3. Thelma Melsteð 1 og svo er Agnes Ósk með 2 varin í markinu. Embla Steindórsdóttir er með 2 mörk skoruð á HK og Anita Eik 1. Já, þetta er erfið byrjun á HK en frábær byrjun á Haukum. Það er kannski svona lykilatriði í þessu. En sjáum hvernig þetta þróast í kjölfarið. Það er svona róleg þetta stemningina. Það er gott og vel. Það er verið að henda inn í Ódís Redding. Það er lauflétt. Og svo er leikur 3. flokks karla hér á eftir þegar þessum leik lýkur. En nú fer þetta aftur inn. Leiklið búið og þá hefjum við leik hér aftur. Og það er HK sem er í sókninni hér. Elín Klara með hörkuvörn. Það græðir náttúrulega hrikalega mikið á því Haukastúlkur hafa spilað svona stórt og mikið hlutverk með meistaraflokki. Hvað síðustu 2-3 árin. Gefið þeim svakalegt forskot í 3. flokki. Og þetta er skot yfir, góð tilraun. Anna Valdís með flotta hreyfingu en óheppin að
Skotið fór hátt yfir. Natasja sleppir boltanum hárréttum tíma, boltin út í hornið. Skotið framhjá. Emilia Katrín. Hér búið að flauta. Bóas og Hörður eru með þetta undir kontról. Hlynur Leifsson í eftirliti. Hér fótur líklega, já. Þarna fekk Rakel Oddný bara boltan í fótinn á sér, mistu boltan í fæturnar á henni. Góð vörn hjá Elínu Klöru. Rósa Kristín stelur boltanum, bolti fram. Þetta rosalega vel gert og Rakel Oddný skora sitt fyrsta mark í þessu leik. Það snöggar kom boltanum. Þetta ein sending út á kantinn, ein sending fram. Alltaf í hlaupa leið, aldrei vesen. Og þannig náður upp þessu góða forskoti. Hér búið að flauta brotið á Emblu. Hörkuvörn hjá Haukum. Háká þarf að ná að brjóta þetta baka aftur og hér gripið Agnes Ósk Viðarsdóttir með sitt þriðja varða. Já, þetta var hrikalega vel gert. Komið þrjúvarinn. Natasja Hammer reynir að finna Rósu í horninu en Háká stelur boltanum. Þannig voru að taka Elín Klörur og umferð. Elín Klara brýtur. Gerir þetta vel, stoppar Anítu Eik. Boltinn út í hornið, þetta var ágætlega gert en Leandra næri ekki að koma sér í gegn. Vörnin sterk hjá Haukum. Háká fær smá svigrúm til þess að búa til næstu sóknaruppbyggingu en þetta fer forgörðum sendingin aftur fyrir. Það halda áfram að reyna að taka Elínu Klöru umferð og hún fer bara í gegn og ómögg skref segja þér en það klárlega hangið í hennan út á miðvelli. Erfitt eiga við þetta. En það var í fjórðaflokki í morgun sem mátti ekki taka umferð, það má taka umferð í þriðja. Elín Klara dregur sann bara alveg frá eða leysir hún línu eða reynir að taka eitthvað hlaup. Þarna glæsileg sending en vel varið. Elísa Helga. Þetta skoti yfir markið. En þetta vel leyst hjá Haukum þegar Elín Klara tekin umferð að þá ætti að opnast meira fyrir hinnar og hinnar það góðar í handbolta að það geta fundið glufur og gerða það svo sannarlega áðan. Frábær hreyfing. Þetta glæsilega gert. Það var Alfa Brá Oddsdóttir að skora fjórða mark Háká.
Emilía Katrín, brot á henni. Og hér aftur varið skot. Elsa Helga. Og þá koma Hákastúlkur, geta skorað sitt 5. mark, búið að flauta. Boltinn út í hornið. Frábær hreyfing og vel varið. Frábær hreyfing á Ölfu en rosalega vel varið hjá Agnesi. Og hér búið að flauta hinum megin, þetta fljótt að gerast. Erfitt að ná að setja hendur á þetta allt saman. En staðan 9-4. Fyrri hálfleikurinn rétt tæplega hálfnaður. Við spilum 2:30 hér í þriðjaflokki, eins og í meistaraflokki. En þetta er fríkast. Það er eins og bara 1 leikli á hvort lið í hvorum hálfleik, ekki 1 og 2 eins og er í meistaraflokki. Yngri er þetta bara 1 og 1. Þetta er glæsilega gert. Thelma Melsteð með sitt annað mark, Natasja Hammer með stóðsendinguna og hún náttúrulega að ná góðum hreyfingum, frábæra fintur og ef hún kemst ekki gegn sjálf og opnar fyrir næstu, en Thelma Melsteð, nei Rakel Oddný fær brottvísun. Það skipta hér markmann síðan, leikmenn og lið HK. Boltinn út í hornið og þetta er vítakast og brottvísun. Já, Rósa Kristín Kemp fær brottvísunna. Allt að gerast, staðan er 10-4, það geta minkað niður 10-5 með marki hér úr vítakastun Embla. Steindórsdóttir kom með 2 mörk, Sif Hallgrímsdóttir kemur í markið. Og hvernig fer þetta? Embla gegn Sif og Sif það skiptur ekki máli hvor er markið, það er bara að verja rosalega báðar. Samtals 5 varinn, 4 fengið á sig, 60% markvarsla. Rosalega frammistaða. Já, Haukar eru 4 í sókn. Erfitt að taka markmann ekki út til þess að vera með 5. leikmann eða treysta sínu leikmanni bara algjörlega til þess að fara sjálfur í gegn, en þetta hafðist ekki, en Hákon nær ekki alveg að koma sér í gott færi strax. Ná ekki hraðaplöfunu en komast í gott færi að endingu og þetta fer í netið. Embla Steindórsdóttir með sitt 3. mark. 10-5 er staðan. Þeir eru búið að stöðva leik. Natasja Hammer kemur í árásina og kemur boltanum inn á Thelmu. Búið að flauta, fríkast. Thelma vildi á víti, hugsa HK, hann bara vilja hafi ekki fengið neitt. Væri bara frýtt skot. Thelma Melsteð að fá orðsendingu frá Herði. Já. Eitthvað fór þeirra á milli þarna. Já, tvígrip á Natasju, hefur 3-grip. En hér koma HK-stúlkur í gegn og skora. Glæsilega gert, Inga Dís Jóhannsdóttir. Staðan er 10-6, 4 marka munur.
það nota bara að taka 2 umferð. Jóhanna Lind og Anita Eik. Og það tapar boltanum hér. Haukar og þá getur HK minkað þetta niður í 3 mörk. Það held ég. Sjáum hvað setur. Og þetta vel varið, að ná ekki að halda boltanum í leika eða hvað. Jó, senda sér boltan tilbaka. Ekki dæmt á það. En vel varið hjá Agnesi. Það komið 5 varið. Já, þetta var Kristín Guðmundsdóttir ekki sátt með þetta. Að fá ekki fríkast niður að slá boltan tilbaka til markmanns. Þá vilja vantarlega dómarinn meina, trúi ég að hún hefði ekki haft vald á því sem hún var að gefa, hún ekki að senda tilbaka. En að sjálfsögja ef það þannig þá er aldrei sending tilbaka markmanns eða sendir ekki viljandi þangað. En þetta svona eina af þessum óskýru reglum handboltans. Það fylgir þessu. Frábær sendingin á línuna, frábær vörn. Telma með hörku vörn þarna. Já, áfram höldum við. Boltinn út í hornið og hvar endar þetta? Já, Telma áttu með hörku vörn. Elín Klara inn á Telmu Melsted og þetta vítakast, hún lent. Vítakast það, 10-6 staðan. Elín Klara á vítalínuna. Og þetta varið. Og svo dæmt lína. Það glæsilega varið. Hér búið að flauta. Það var sjálfsög Ethel Gyða Bjarnasen sem að varði þetta vítakast, komin í markið í stað fyrir Elísu Helgu. Og þetta glæsilega klára Telma, nei Embla segi Steindórsdóttir. 10-7 staðan og þetta glæsileg varsla. Aftur Ethel Gyða. Og það geta minkað henni í 2 mörk og það skjóta framhjá. Alfa Brá með gott færi, þetta var nákvæmlega færi sem það vilja fá. 8:45 eftir hér af fyrri hálfleik. Rakel Oddný reyna að keyra henni gegn, Alfa með flotta vörn. Telma Melsted tekur hérna fríkastið. Natasja Hammer í baráttunni. Og harkalega broti hér á Elínu Klöru og það er brottvísun á Anítu Eik. Já, hún tekur vel á henni, en Elín Klara hélt bara áfram, stóð og gerði sem minnst úr þessu. Tíu sjö staða, frábær hreyfing, þetta var rosalega vel gert hjá Natasja Hammer. 11-7 staðan. Natasja Hammer komið 4 eins og Elín Klara. Já, það er
svona leið á sóknarleikinn. Elín Klara í vinstri bakvörðinum, Rósa Kristín í vinstri bakvörðinum og Elín Klara í hægri bakvörðinum. Natasja fyrir framann, hér Embla á miðunni í sókninni. Hér búið að flauta línu inn í teig, hlupu þær. Og þá geta Haukar náð 5 marka forystu. Natasja með rosalega hreyfingu og boltinn yfir. Þetta endar í góðri stimplun og Rakel Oddný klárar þetta. Rakel Oddný komið 2 mörk. Það er gott pepp frá bekknum. 5 marka munur. Og Telma fer í gegn og skora, fær setninguna á línuna. Virkilega vel gert. Já, 4 marka munur, 12-8, 6 mínútur rúmar eftir af fyrri hálfleik. Og Rósa Kristín skorar. Þetta Rósa Kristín Kemp með sitt fyrsta mark. Þetta svona þróast svipað og leikirnir eiginlega allir í morgun. Svona við það að vera jafnir ákveðin tíma en svo ákveðið svona bil á milli liðana inn í leiknum. En vonandi fyrir leikinn þá koma Hákonstúlkur aftur inn í þetta. Það hafa klárlega gæði til þess og sína það hér. Virkilega vel gert, Jóhanna Lind Jónasdóttir. Og hér kastar Natasja Hammer boltina bara út af Ingi við liðina á henni. Hún var eitthvað hissa á þessu. Já, glemdist eitthvað að ræða hlutina hver var hvar. Og þá geta HK-stúlkur minnkað þarna í 3 mörk. Alfa kemur inn í árásina og aftur út í hornið. Bolti fram í þetta skiptið. Jóhanna Lind, óheppin. Gott færi til að fara í að gera. Staðan 13-9. Og Rósa Kristín, þetta varið. Ethel Gyða með sitt 3. varða. Gæti hleypt þessu upp í vitleysu. Og hinum megin með sitt 7. varða, Agnes Ósk Viðarsdóttir. En boltinn út af við hliðalínu og þess vegna eiga þeir boltan. HK-stúlkur hér þegar 4 mínútur eftir af þessu fyrri hálfleik, 4 marka munur. Hér reynar að tróða boltanum, gengur ekki. Elín Klara finnur liðsfélaga sinn Rakel sem að skora. Rakel Oddný, 3 mörk hjá henni. Þær eru duglegar að viðhalda þessu forskoti. Þær vilja ekkert missa þetta úr 4-5 mörkum, þannig að þær skora bara nánast alltaf. Það er erfitt að eiga við það. Staðan 14-9. 3,5 eftir að fyrri hálfleik. Og þetta glæsileg hreyfing hjá Ölfu Brá. Hún veður hann bara í gegn inn á miðjuna úr hægri skyttunni. Gerði þetta hrikalega vel. Það held ég 3 mínútur eftir 14-10. Og hér er búið að flauta. Telma tekur fríkastið, Natasja Hammer í árásina. Hér er Brottisson.
Brotthusen fyrir að hanga í treyjunni, Jóhanna Lind. Já, vant ég. Og þetta er vel varið. En aftur eftir Gyða. Það var Þóra Hrafnkelsdóttir sem fór hann í gegn. Sá ekki við Ethel Gyðu sem er komið með 4 varin í markinu. Staðan er þá 7-6 í vörðum boltum á milli liðana. Haukar með einum fleiri bolta varin. Hér er búið að flauta. Telma Meadows tekur fríkastið. Þær eru í Brotthusen, eru einum leikmanni færri, taka ekki markmann út af. Já, þarna vill Embla fá plásaði í skittunni. Alfa kemur í árás og þetta er vítakast, þetta er hárrétt. Hárrétt. Sækir vítakastið og þá er það Embla sem kemur á vítalínuna og aftur kemur Sif Hallgrímsdóttir inn á til að verja víti. Gerði það áðan með stakri prýði. Sjáum hvort að Embla nái að sjá við henni eða hvað. Hér kemur vítakastið. Og þetta er glæsilega gert, 14-11. Embla kom með 5 mörk, hún er markahæst á vellinum. 1:10 eftir að fyrrháleik. Boltinn, það tapar boltanum, Haukastúlkur. HK með frábæra vörn, 14-11. 3 marka munur. 55 sekúndur eftir á þessu fyrrháleik og það væri sterkt fyrir leikinn ef að HK myndi minnka þetta niður 2 mörk. Og þið Haukar sem eru að horfa á leikinn alls ekki sammála því, ég skil ykkur vel. Þá er maður að hugsa fyrir hlutlausa áhorfendur. Alfa broti á henni, það er að hafa smá svigrúm til þess að skora 12. markið sitt. Embla á miðinni, stýrir þessu, höndin er komin upp, er það 3-4 setningar eftir. Og Embla skorar! 7. markið hennar, hún búinn að skora helmingina mörkunum, 14-12. Nú þurfa hann að halda 10 sekúndur. Og þetta er eiginlega ekki neitt, já hún fekk fríkastið, þannig að lendi Rakel Oddný bara inn í teig. Og það ná ekki að taka, nei Brotthusen. Brotthusen hér á Anitu Eik fyrir að standa of nálægt, þannig að hlupu bara út og tóku fríkastið. Þannig að það er dýrt að hún fái hér Brotthusen fyrir þetta að mínu mati. Því að það voru Haukar sem bjuggu til það að hlaupa út fyrir að taka fríkastið. Þannig ég ætla að skrifa þetta á fyrsta svona kannski ekki alveg 100% rétta dóminn hjá annars flottu dómurum í dag í þessu leik. En Natasja Hammer tekur þá fríkastið og þetta er varið. Þetta var Ethel Gyða sem varði hann að sitt 5. skot. Já, 14-12, við erum með hörkuleik hérna, en við tökum okkur örstutta pásu í hálfleiknum. Haukar 14, HK 12, komum tilbaka eftir örskamma stund.
Já, komið sælir aftur áhorfendur góðir, staðan er 14-12 hér í þessum úrslitaleik Íslandsmótsins hjá þriðaflokki kvenna, fjórði úrslitaleikurinn dag, næst síðasti leikur dagsins hjá okkur. En á eftir verður þriðaflokkur karla þar sem að Haukar og Valur mætast, en hér erum við í Haukar HK, staðan er 14-12 og við eigum vona á brjáluðum síðaráleik, ég trúi ekki öðru. Og ég býð ykkur bara góðrar skemmtunar og vonandi njótið með okkur. Og það verður að fara af stað, telju niður frá 30. Og þetta er glæsilegt mark. Það er byrjað þetta með krafti, Alfa Brá með sitt þriðja mark. Svo að betur liðum í þessu þriðaflokki að mætast hér í úrslitum það við hæfi. Og hér skoraði tilbaka. Strax tilbaka. Það var Natasja Hammer sem að skora þetta sitt 5. mark. 15-13 er staðan. Tveggja marka munur. Þetta verður vonandi svona stál í stál. Allar þessar síðustu 30 mínútur. Hefur alla burði til þess að verða þessi úrslitaleikur HK og það er bara að halda sig inn í þessu. Það er lykilatriði. Og hér hefði verið hægt að flauta meira en bara fríkast hér á Haukarsson við peysutói sem var dæmt hérna áðan í fyrrháleik. En þetta er ekki alltaf þannig. Við höldum bara áfram. Já, fólk í stúkunni er eitthvað kall eftir brottvísun. Boltinn út í hornið og glæsileg afgreiðsla. Jóhanna Lindy Jónasdóttir. Annað markið hennar, 15-14 er staðan. Já, þetta verður vonandi. Algjör veist þessi síðar hálfleikur og Natasja Hammer. Hún er að eiga magnaðan leik. Og enn og aftur, það njóta góðs að því að vera í rosalega stóru hlutverki í meistaraflokki, 3 allavega hér í Haukum. Rakel Lotni, Natasja Hammer og Elín Klara, svo Telma Melsteð sömuleiðis alltaf í hóp. Og líklega fleiri sem ég er að gleyma, en þessar, svona 4, hvað mest. Og hér er búið að flauta hörkubrot hér, Alfa Brá fær hérna í hálsinn og lætur vita því að sé verið að brjóta á sér með miklum krafti. Og hér er flautað. Þarna var Agnes Ós tilbúinn að verja þennan bolta, hún er komið 6 varinn. Ethel Gyða með 5 sem er í markinu núna hjá HK. Elsa Helga varði 2 í byrjun leiks. Það var reyna að brjóta sér leiðin í gegn. Inga Dís gerir það hér í vinstri skiptunni. Höndin er uppi. Það taka svolítið tíma í þetta og þetta er varið og gripið Agnes Ós Viðarsdóttir. Natasja í vinstra hornið á Emilíu Katrínu. Svo kemur Hildur Sóley Káradóttir í hægra hornið hjá Haukum. Natasja Hammer í vandræðum, finnur hornið, þetta er í stöngina, vel lokað. Hér hjá Ethel Gyðu. Já, HK er í hörkugír, enduðu fyrrháleiki vel og eru bara í góðu málum hér í síðarháleik. Mikill kraftur í þetta er vítakast. Já, það hlaut að vera, það voru lengi að dæma þetta en komist að rétti niðurstöðu, það er nú kannski oftast málið að hafa þetta að rétt og hafa þetta í lagi. Embla með 6 skoruð mörk og hún skorar enn og aftur 7. markið hennar. Já, við erum í hörkuleik hér í Mosfellsbænum í þessum 4. leik dagsins. Úrslitaleikur þriðaflokks kvenna. Ég sé að markaskori fer hann aðeins yfir Haukanafnið, þannig 16-15. Rakel Lotni kemur boltanum yfir og þetta syngur í netinu, Hildur Sóley.
flauta fín vörn hjá Rakel Oddný. Búið að flauta, búið að stoppa tíman. Brottvísun. Og hér fyrir þetta stað aftur 25 mínútur eftir leiknum, 5 mínútur liðnar af síðari hálfleik. Og þetta er glæsileg afgreiðsla. 17-16. Margrét Guðmundsdóttir gerði þetta frábærlega. Það taka tvær umferð, taka Elínu Klöru og Natasju Hammer. Já, fróðilegt að sjá hvernig þeim reiðir af við þetta. Þarna eru bæði Aníta Eik og Margrét í þessu hlutverki að taka þær úr umferð og Rakel Oddný skýtur framhjá. Já, þarna vildu fá eitthvað fyrir sér snúð, ekkert dæmt. Þá getur HK í jafna þennan leik í 17-17. Og þetta er glæsilegt gert hjá Margréti. 2 mörk hjá henni hér á skömmum tíma og jafnar í 17-17. Þetta er rosalega vel gert. Já, en fylgjaði með eins og skugginn hér. Það sem er að taka umferð, en það er galopnað í staðinn og varið! Ethel Gyða með sin 7. varða. Já, sterk innkoma hjá henni. Þá eru 8 varin komin hjá HK í það heila og 9 varin hinum megin. Og þetta hlýtur að vera vítakast, nei, fríkast er það. Boltinn út í hornið og þetta er varið. Agnes Ósk með 8 varin. Og geta Haukar aftur tekið forystuna. Já, þetta er stór skemmtilegur leikur. Getur greinilega allt gerst milli þess að tveggja af bestu liðum landsins í þriðjaflokki kvenna. Frábær varnarleikur hjá HK. Margrét kemur inn alveg niður og Aníta Eik fer á púntalínuna. Fyrir strax aftur út í Elínu Klöru. Elín Klara byrjaði leikinn stórkostlega. Skoraði 4 mörk snemma leiks, hún er ennþá með 4. Boltinn út í hornið og þetta er varið og gripið Ethel Gyða. Þvílík innkoma. Þetta er rosaleg frammistaða. Og þetta er ekki neitt. Já, ekkert dæmt hér. Þarna hélt Margrét væntanlega var að fara að fá vítakast. En ekkert dæmt. Þá heldur maður bara áfram. Það er ná að losa sig vel hérna fyrir utan. Þetta er hrikalega vel spilað. Glæsilega klárað Hildur Sóley með sitt annað mark. 18-17. Og rosaleg varsla, 9. varða hjá Agnesi. Aftur í horninu og þetta er varið. 8 varin hjá Ethel, 9 hjá Agnesi. Þetta er rosaleg framistæð á markmönnum núna. Það er að verja hvert dauðafæri á fætur öðru. Og þetta er glæsileg hreyfing. Rosalega vel gert hjá Emblun, kom 8 mörk. Og Elín Klara, hún skorar. Já, þeir eru ekkert að þeir hefðu annars vantar að gefa fríkast og 2 mínútur voru á leiðinni þangað en
Leyfðu markinu bara að standa. Og hér er verið að hanga aftan í og hér. Já. Kannski að leyfa full grófan leik hér að hanga í treyjum. Kemur Embla í vinstri skyttuna. Og þetta er rosalega, nei, þetta dæmir ruðning, hörður á Ingudís. Þá brot á henni, svo lent hún á öðrum leikmanni og já, ruðningur dæmdur og Natasja Hammer með sitt 7. mark. Nei, það er búið að dæma skref. Það var ekki mark, það var ekki mark. Það var ekki mark, það dæmdur skref. Og hér er eitthvað verið að stoppa leikinn og fara yfir málin. Gult spjald á bekkinn, það er Ægir sem að er að láta í sér heyra. Já, ég ætti að vera bara búin að dæma mark. Mér fannst þið flauta með þess að kannski flautar ekki, kannski hélt ég það bara. En hvað er það? Áfram höldum við. HK geta að jafna í staðinn fyrir að auka færu í 2018. Hákvæðingar, Alfa enn og aftur í barðunni úti hægra megin. Amelía Laufey, það er númer 9 inn á línu. Höndin er uppi, það þurfa að koma í árásinn að tryggja sendinga. Og þetta er árás en boltinn yfir markið. Telma Melsteð fær dauðafæri og hún klárar þau iðulega og gerði það hér líka 3 mörk hjá henni. 20-18. Boltinn út í hornið og þetta er glæsileg afgreiðsla. Jóhanna Lind. Þær eru bara skrefi fyrir aftan. HK-lið, þær eru bara örskammt undan. Það hefur reynst þeim vel að taka Elinu Klöruna Tössi úr umferð ef við jafna svolítið leikinn. Þetta er að sigla í 1-2 mörk allan tíman, aldrei meira. Allan ekki inn í síðar áleik. Og Rakel Oddný óheppin skýtur í stöngina. Hárrétt skot að taka, var bara í góðu flæði en óheppin að skjóta í stöng. Sýndi hann að skemmtilega skottækni fór upp í lofti og tók sér hann undirhandarskot. Annar reyndi HK-lið að koma boltinum á línuna, gekk ekki og boltin fram og fríkast. Já, Alfa með gott fríkast. Sjáum að Sif Hallgrímsdóttir er komin innan fyrir Agnesi Ósk Viðarsdóttur. Ruðningur á Elinu Klöru. Og hún er forviða yfir þessu með sín þjálfarteymi á Haukum ekkert verið að rosalega sátt með þetta. Þarna vil Díana meina að það er að vera inn í teig. Það er upp til okkur sem að sjá það hérna. Ég er bara ekki viss. Það getur bara ýmislegt verið. Og þessi er varinn. Sif Hallgrímsdóttir verið þetta. Fagnar þessu vel og innilega. Natasja Hammer kemst á ferðinja. Og út í horna, þetta er lína. Já, markmaður á boltan. Klárt mál. En nottur fá þá HK-ingar færi til að jafna þennan leik í 20-20. Það kæmi bara ekkert óvart ef þessi leikur færi í framlengingu. Og jafnvel vítakastkeppni. Það væri bara gaman að því. Hér stelaði boltanum, þetta er vel gert, Þórar Hallgrímsdóttir. Hún skorar. Virkilega
Virkilega vel gert, stelur boltanum og veður upp völlinn. Hér eitthvað að skoða boltan. Áfram höldum við 21-19. Þetta er glæsilega klárað, Embla með 9 skorumörk. Ótrúlega vel gert. Embla markaðist á vellinum með 9 mörk. Natasja Hammer kemur það næst með 6. Hér er fótur dæmdur á Rakel Oddný. Og þetta er glæsilega afgreiðsla. Margrét hefur tröllatrú á sér í hver einasta skoti. Og staðan er 21-21, 15 mínútur eftir í þessum hörkuleik. Já, byrjaði hrikalega vel hjá Haukaliðinu, það voru alveg bara valt yfir þetta hér í byrjun. Það leit ekki út fyrir að verða jafnt, en svo er Anna komið á daginn. Og Ethel Gyða með 9 varin eins og Agnes Ósk. Sif og Elisa með 2 varin hvor. Sett hinni markmennir hjá sitt liðinu. Og þá getur HK tekið forystuna hér í þessum maraþonleikinunni og þær gera það. Anna Valdís Garðarsdóttir. HK er komið yfir. Ótrúlega flott viðureign hér. Með 2 frábær liðar að mætast. Og þetta er glæsilega gert. Hildur Sóley með virkilega góð innkomu. 3. markið hennar, hún er búin að vera frábær hér í síðara hálfleiknum. Þrettán og hálf mínútu eftir, 22-22 búið að flauta fríkast. Sjáum hér Inga Dís í vinstri skyttunni. Embla á miðjunni og Inga Dís skora sitt annað mark. Aftur komast þar yfir. Tuttugu og 23-22 fyrir HK. Þetta er vítakast. Já, hárið. Dettur úr skónum og þá er tíminn stöðvaður. Ef einhvern tímann er tilefni þá er það að skórinn fer af. En það er Elín Klara sem að, já ég veit ekki hverju dómarinn býði ekki eftir aðtöku hvort þessi komin í skó. En Elín Klara fer á vítalínu og skorar. Komið 6 mörk og Rakel Oddný er ekki í skóm. Já, hún fær svigrúm til að reima á sig skóna. Og þetta er ekkert val hjá dómarinn, þetta er bara regla að leikmenn verða að vera í skóm. Og þá er allt klárt. Allir búin að reima. 23-23 er staðan. Mínútur. Eins jaft og þetta verður og Sif ver í markinu. Og kemur Rakel Oddný, þetta er rauningur, þetta er hárrétt. Virkilega góð vörn og góð dómur að taka.
Þetta er svona áherslan í Evrópu, dæma mikið á þetta. Og þetta er bara rétt, hárrétt. Það er sterkt hjá HK að skora núna. Alfa, og það kom boltanum í horni hægra megin og boltin í samskeytin. Já, óöpinn, Jóhanna Lind. En Haukar fá hérna tækifæri að taka aftur forystuna. Natasja Hammer velin klara ennþá teknar umferð. Og það eru Margrét og Anita sem að gera það. Þá er það 4-4 inn á stórum velli. Með leikmenn sem geta klárlega að finna sig í gegn. Rakel Oddný gerir frábærlega hér. Og það er fá vítakast. Þetta er rosalega vel gert hjá Hildi Sóley. Elín Klara á vítalínni og þetta er glæsileg, nei. Dæma þetta ekki, hún stígur hér yfir línuna. Þetta er ekki mark. Þetta er fyrir annars skipt og skömmu tíma sem að sér þetta. Hitt var bara í meistaraflokki á dögunum í Ólisteildinni. Já, stundum er þetta svona, óheppin, Elín Klara. Og boltinn aftur í samskeytuna, nú er það hinum megin. 10 mínútur eftir. Ennþá er 23-23, maður finnur það mikið spenna hjá liðunum. Þegar það er búið að hægjast aðeins á markaskori. Verða að taka úr umferð. En Hildur Sóley er klárlega að eiga frábær innkomu. Hér í sóknarleik Hauka. Búin að fiska víti, skora mörk. Rakel vildi bara koma Þóru hérna í gegn. Náði ekki, Natasja Hammer, þetta stiltu fyrir hana. Og Elín Klara kemur í árásin á boltinn út í hornið. Og vippa yfir. Þóra Hrafngerðsdóttir, óheppin. Það er búið að dæma fríkast og flauta. Aðeins sem á skref, brotið í liðinni. Anna Valdís var þarna að reyna að brjótast í gegn. En hér koma HK og stúlkur enn áttur. Liðin hafa tæplega 9 mínútur að klára þetta í venjulegum leiktíma. Ef ekki þá fara í framlíkingu og ef við náum ekki sigurverð þar þá er vító. En Inga Dís, hún veit ekkert svoleiðis, hún veit bara að klára þetta í venjulegum. 24-23, HK. Það eru búin að koma virkilega vel stemmdar inn á síðari hálfleik. Það er að vinna síðari hálfleiki með 3 mörkum, voru 2 mörkum undir í hálfleik. Og voru 5-6 mörkum inn undir, eða 4-5 mörkum undir í byrjunleiksins. Og þetta er framhjá. Þetta er framhjá. Ester Amíra. Óheppin, fékk hérna Gallupi færi í horninu. Og öll stemningin er HK megin, það er svona bjartar yfir þeim. Heyrist meira þeim í stúkun núna. Kemur Inga Dís, Alfa og boltinn á Margréti og setja hann í slána. Það er búin mikið að setja hann í slá og samskeytin hér úr hornunum núna á hægri skyttu. Undanfari misseri. Hefðu getað komist í 2 marka forystu sem hefði verið í fyrsta skipti í leiknum. Natasja Hammer, kemur í árásuna, Rakel Oddný. Já, það er hægja aðeins á þessu. Natasja með flotta hreyfingu og þannig er vítakast. Já, segja hann síðan í teig. En þarna var Telma Melstedt galopin í hægra horninu. En Hildur Sóley er alltaf bara tilbúin að vaða markið. Þarna aftur. Já, þarna fór hann aftur með fótinn yfir Elín Klara. En ekkert dæmt að því, hún skoraði ekki. Hún rann hann með fótinn yfir línuna. Já, óheppin. (24, 23) HK er í bílstjórasætinu þegar 7 mínútur tæpar eftir.
Og það skorað 25. markið. Jóhanna Lind með sitt 4. mark. 23-25. Brot á Elínu Klöru en þær fá, lítið út að fá færi í horninu. Ester Amíra en hér er að stoppa. Hér er brotið svona Margrét verið að halda í treyju. Já. Margrét fær brotið sunn, það eru 2 mörkum yfir. Mikið stemning núna. Natasja Hammer, brot á henni. Haukar verða að fá mark hér til þess að halda þessu í 1 marki. Annars á HK möguleika að fara upp í 3. Já, ég er góður í starffræði, ég veit það. Elín Klara, boltinn yfir Rakel Oddný, boltinn í hornið. Já, þeir vilja ekki fara í gegn. Boltinn dæmdur á þeim, en ná ekki skotuna, gefa sér náttúrulega góðan tíma HK. Þær eru með alla stemningu sér vil, þær ætla ekki að taka neitt út af. Það sé að taka markmann ekki út, þetta var 7. sóknarmanninu, þetta bara að spila 5. Með engan á línu. Þetta kemur Amelía bara í vinstra hornið. Ef það skora hér, þá er það komnar í ansi sterk mál. Boltinn yfir til hægri, já, það er sækja á þetta, gefa sér tíma. Alfa með skoti og skorar! Alfa Brá með 4. markið sitt, 27. mark HK. Og þær taka leikhlé, Haukar taka leikhlé. Ég skal segja ykkur það. 23-26, það eru 5 mínútur eftir, rétt rúmar. Og þá fara þjálfarar Hauka yfir málin, Díana og Ægir. Ásamt Jóhann Inga. Já, það er fróðilegt að sjá hvernig liðin tækla þetta. En Agnes Ós Guðjónsdóttir er með 9 varinn, Sif Hallgrímsdóttir 3 sem er inn á núna í markinu, samtals er þetta 12 varinn. Ethel Gyða er með 9 varinn eins og Agnes Ósk og svo er Elisa Helga með 2. Og ég markaðist á vellinum er Embla Steindorsdóttir með 9, Alfa Brá og Jóhanna Lind með 4 hvor, Inga Dís með 3 eins og Margrét Guðmundsdóttir. Svo er Anna Eik og Anna Valdís með 1 mark hvor sem og Telma Metos. En já, Haukum er Telma Melsteð með 3 sem og Hildur Sóley og Rakel Oddný. Þóra Hrafngjörnsdóttir og Rósa Kristín Kemp með 1 mark hvor og Natasja Hammer með 6. Eins og Elín Klara, en það verður hægst verulega á þeim í síðara hálfleiknum eftir að HK tók þær úr umferð. 5 mínútur eftir, kæru áhorfendur. Úrslitaleikur þrjaflokks kvenna og já, það er rosalegt fjör hérna í húsinu að Varmá í Mosó. Nú koma þær að fullu gassi, alveg á milljón, vítakast. Já. Er það Elín Klara eða einhver önnur, Rakel Oddný ætlar að taka þetta. 3 marka munur. Getur minkað þetta niður 2 með Rakel Oddný og í markinu er Ethel Gyða. Og Rakel Oddný skorar og rosalega örugg 4 mörk hjá henni. 24-26, erum við að stefni að fá svona fyrsta alvöru jafna leikinn á lokametrunum. Með sýnist það bara 2 marka munur og rétt rúmlega 4 mínútur eftir. Þetta er rosalegt. Frábær leikur. 2 frábær lið. Og þær gera þetta snyrtilega. Jóhanna Lind fer í gegn og skorar sitt 5. mark, 27-24. Telma Melsteð hefði getað sendt hann í hornið en Natasja Hammer með sitt 7. mark. Hún er ekkert að tvínóna við þetta, hún hamrar bara beint á markið, þar sé að beint í hornið upp í vinstra megin. Fer beint í árásina. Svoleiðis á þetta að vera 2 marka munur.
Alfa broti á henni. Elín Klara brýtur harkalega á henni. Já, Alfa vildi vantilega fá eitthvað meira, bara fríkast þarna. 3 mínútur, það þurfa að fara að koma í árás. Það eru búin að vera í dágóðan tíma í sókn. Og það er farið í gegn og skora! Anna Valdís með sitt annað mark. 28-25 og boltinn í stöngina. Ester Amíra óheppin. HK í toppmálum hér, 3 mörkum yfir, 2:40 eftir. Já, ég skal segja ykkur það. Spurning hvort að, já, hver verður leikmaður þessa leiks? Það er spurning. Kemur ljós á eftir. Það eru nokkri leikmenn sem koma til greina. Og það þarf ekkert alltaf að vera úr sigurliðinu, stundum er það þannig og oftast er það þannig, en það þarf ekki að vera. Ég held reyndar að valnefndinni finnst oftast skemmtilegra. En sjáum hvað setur höndunum uppi, 2 mínútur, það eru 3 mörkum yfir. 4. marki hér, eiginlega klárar þetta. Það eru konar 4 mörkum yfir. Alfa með sitt 5. mark. Og það er taka miðjun ekki rétt. Tók hann ekki heldur rétt núna en það var látið standa. Ég held að önnur miðja hjá liðum er eiginlega 90% tilvika röng líka. Það sem einhver er komin yfir línuna. Þvílík stemning hér í Mosó. Þessi síðari hálfleikur hjá HK er algjörlega til fyrirmyndar. Og innkoma Ethel Gyðu í markið gjörbreytti þessu á köflum. Embla Steindórsdóttir búin að vera frábær og margar fleiri. Og aftur, hér er leikurinn stöðvaður, bolti fór hann í andlit á Ethel Gyðu. Og já, það er þá HK sem á hér boltan. Þetta er að klárast, það er rúm mínútu eftir. HK er komið með þetta. Það er eitthvað rosalegt að gerast ef það missi 4 mörk hérna á mínútu. Ég bara hef ekki séð það. Ég hef séð 3 fara á mínútu. Þá bara Ísland-Austurríki hérna ári ætlaði að segja, 2010. Bolti dæmdur af HK. Já, það þurfa einhvern stór broti kafla sem hefur ekki sést áður í handbolta en vel varið. Þetta var það í Ethel Gyðu. Já, ég kemur óvart ef hún hreinlega ekki bara valinn. Mikilvægasti leikmaður þessa leiks, hún átti það frábær innkom, byrja á bekknum, kom inn á og gjörbreytti stöðunni rauninni. Og þær er að klára þetta, Anna Valdís með 3. markið sitt. 30-25, því lík og önnur eins framist. Það er að vinna seinna leikinn með 7 mörkum. Það eru bara búin að klára þetta, það eru allar skora eftir viðbót, ég veit það ekki. Já, þær gera það. Þær gera það og eru Íslandsmeistarar í 3. flokki kvenna 2022. Lokatölur 25-31 og það er HK sem að vinnur. Stór brotin síðarhálfleikur hjá HK. Haukaliði byrjaði eins og að ætlu bara algjörlega valt yfir þetta. En svo kom hreinlega annað á daginn. HK-liði mætti til leiks miðan fyrrhálfleik og já, lítu aldrei tilbaka í síðarhálfleik. Voru 2 mörkum undir, 14-12 þar. En algjörlega mögnuð frammistaða hér í síðarhálfleiknum og þær eru verður Íslandsmeistarar. Nú er eina spennan hver er mikilvægasti leikmaður þessa leiks. Og ég held að það standi á milli Emblu, Ölfu og Ethel. Mitt val fær á Ethel, en það skiptir engu máli. Það er allar frábærar og stóðu sig margar hér í dag og allar virkilega vel. Þannig að það er næst síðasta velnafnding dagsins framundan. 3. flokkur kvenna, þetta er 4. leikurinn. Þetta er 4. Íslandsmeistarinn sem við grínum. IR í 4. kalla yngri, Fram í 4. kvenna.
KA í fjórða karla eldri og svo er það hér HK í þriðjaflokki kvenna. Já, framtíðin er björt í báðum þessum liðum og fleiri liðum í þriðjaflokki kvenna. Algjörlega frábær frammistaða hjá báðum þessum liðum. Ekki glemma því Haukar, frábært að fara í úrslitaleik. Forréttindi njóta þess og nýta í næstu viðureignir. Það er verið að klára að setja hérna upp svið. Og ég sé að valnefndin er að störfum að velja hér mikilvægasta leikmanninn. Oft er hort í markaskor eða varða bolta. Og já, spurning hversu mikilvæg mörkin eru, mikilvæg boltarnir eru og svo framvegis. Þannig að þetta verður fróðlegt. Mér sýnist valnefndin hafa lokið störfum. Þeir eru búin að taka smá spjall málefnið og það er búið að velja hérna. Þannig að við fáum hér mikilvægasta leikmann leiksins hér innan skams. Og það er frábær vallaþullur sem ætlar að tilkynna það hér. Það er komið að því. Það er Ethel Gyða, það er leikmaðurinn sem ég hefði valið og ég styð þetta val. Algjörlega frábær frammistaða, kom inn á hér miðan fyrir á leik og stóð sig frábærlega. Og ég ætla bara að segja stórkostleg frammistaða. Var að verja á köflum, alveg ótrúlega bolta, dauðafæri eftir dauðafæri. Ótrúlega vel gert. En þá er það silfurliðið í öðru sæti sem fer upp á pallinn. Og það er lið Hauka sem að mega svo sannarlega vera stoltar af sínu. Það er hér fyrir aftan pallinn. Það er verið að bíða eftir þeim upp á pall. Það er alltaf bara ekkert upp á pallinn. Það er örugglega ekki heyrt þetta. Það er verið að vinka hérna á pall. Já. Það er verið að bíða eftir að það er komið hér á pallinn. Það held ég. Þá fylgjum við þeim hér upp á pall. Þetta er lið Hauka. Sif Hallgrímsdóttir, Agnes Ósk Viðarsdóttir, Elín Klara Þorkelsdóttir, Annika Rut Smáradóttir, Emilia Katrín Matthíasdóttir, Telma Melsteð, Andrea Mist Grettisdóttir, Katrín Ósk Ástórsdóttir, Natasja Hammer, Þóra Hrafngjörnsdóttir, Hildur Sóley Káradóttir, Ester Amír Ægisdóttir, Rósa Kristín Kemp og Rakel Oddný Guðmundsdóttir. Þjálfarateymið Díana Guðjónsdóttir, Ægir Örn Sigurgeirsson, Jóhann Ingi Guðmundsson og Alexandra Hödd Harðardóttir. Það held ég, þetta er liðið sem lendir í öðru sæti hér eftir frábæra frammistöðu í vetur. Eitt af tveimur bestu liðunum lendi í öðru sæti, byrjuðu leiki frábærlega. En það áttu erfitt með að leysa sóknarleikinn í síðarhálfleik eftir að Anita Eik og Margrét Guðmundsdóttir tóku Natasja Hammer og Elínu Klöru úr umferð. Þá var þetta erfiðara. En frábær frammistaða engu að síður. Silfur hálsinn. Natasja Hammer og Elín Klara voru með 6 mörk í liði Hauka. Embla Steindórsdóttir var með 9 í liði HK. Alfa Brá átti frábær leik, var með 5 mörk og var svona pottun og pannan oft í sóknarleiknum. En Ethel Gyða á með 11 var en með frábær innkomu og Haukar fá hér, eðlilega dynjandi lófaklapp, frábær frammistaða. Og þær fara hér síðan í liðsmynd. Og þá bara eftir að fá hér sigurlið sem að vann gullverðlaun hér, Íslandsmeistarinn í þriðja flokki kvenna sem eru HK og þær eru að koma hér upp á pallinn. Það er lið HK og við rennum yfir þær hér. Það er Elsa Helga Sigurðardóttir, Ethel Gyða Bjarnasen, Telma Meadows, Embla Steindórsdóttir, Amelia Laufey Miljevits, Jóhanna Lind Jónasdóttir, Anna Valdís Garðarsdóttir, Hekla Fönn Vilhelmsdóttir, Anita Eik Jónsdóttir, Inga Dís Jóhannsdóttir, Margrét Guðmundsdóttir, Katrín Hekla Magnúsdóttir, Leandra Náttsól Salvamos og Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín. Þjálfarar eru Kristín Guðmundsdóttir
og Eva Hrund Harðardóttir. Algjörlega frábær frammistaða hér, heilt yfir en síðar hálfleikurinn stórbrotin. Þannig að verður Íslandsmeistarar, algjörlega magnað og við fylgjum hér til lokaðar, lyfta bikarnum, fagna því, við ætlum að fylgja því eftir. Og svo hér eftir örskamma stund úrslitaleikur í þriðja flokki karla, Haukar og Valur. Og það verður 50 og síðasti úrslitaleikurinn þennan laugardaginn og síðasti yngreflokkaleikurinn hér þennan veturinn. Og það eina sem eftir á tímabilinu úrslita einvígi karla og kvenna í ólistildunum. Hvet ykkur til að fylgjast með því á Stöð 2 Sport. Og endilega fara á völlinn að sjálfsögðu. En hér verið að klára síðustu medalíurnar, svo bara eftir að fá fyrirliða til að stíga fram og taka á móti bikarnum sjálfum. Íslands meistara bikarinn, það Ágúst Þór Jóhannsson sem afhendir. Og það Anita Eik sem tekur á móti ásamt Emblu Steindórsdóttur. Til hamingju HK! Ingvar Nákason þakka fyrir sig. En við látum myndirnar lifa. Til hamingju HK og takk aftur fyrir frábæra framistöðu Haukar.